Ég hef klárlega nýtt mér fötlunarfræðina í starfi. Það hefur gefið mér svona aukinn grundvöll til þess að vísa í og vita að ég stend á styrkum stoðum, fræðilegra kenninga og vitandi það að það er ekki bara einhver tilfinning sem að ræður því hvað við erum að vinna með í mínu starfi, heldur líka búið að rannsaka þetta í þaula og vitað vel hvað virkar. Og það er að hlusta á fólki sjálft sem hefur reynsluna á málefninu, sama hvers málefnið er. Það sem fötlunarfræðin hefur meðal annars gefið mér er allskyns ólík sjónarhorn til þess að nálgast viðfangsefnin sem koma upp í almennri samfélagsumræðu sem og þar sem ég vinn. Það er þetta gagnrýna sjónarhorn sem oft er talað í háskólanámi, nema mér finnst í fötlunarfræðinni að það sé raunverulega ýtt undir slíkt sjónarhorn. Að það er ekkert eitt sjónarhorn sem er rétt, en það eru margar ólíkar leiðir til að nálgast hvað sem ræðir. Það er það sem fötlunarfræðin hefur gefið mér. Það sem heillaði mig mest við námið er bara málefni fatlaðs fólks og ástæðan er jú að ég er sjálfur með fötlun sem heyrnarskerðing og hef unnið mjög mikið með málefni heyrnarlausra og almennt fötlunarmál. Og á sama tíma þar sem ég er að vinna sem félagsráðgjafi var málefni fatlaðs fólks að flytja frá ríkinu yfir til sveitarfélagana. Og þá hugsaði ég þetta er eitthvað sem mig langar endilega að taka að mér að vinna með. Og ég fekk bara stuðning og hvatningu frá vinnunni að sækja námið og ég bara sló til og líka það ég á yngri bróður sem er fötlun. Þannig að þetta hefur alltaf verið rosalega mikilvægt fyrir mig. So with disability studies, I think that a lot of people think of it as like a very, very specific topic, like only about disabled people. And I find that so funny because disabled people are 15% of the world's population, and we inhabit every kind of intersectionality. And so studying disability studies really is like a gateway into basically every intersection of humanity, and being able to explore like really fundamental issues that are facing us as a society.